From the Conference Center in Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 195th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Þetta frá ráðstefnuhöllinni Salt Lake City, Utah. Þetta sunnudag síðdegis hluti 195. síðari ráðstefnu kirkju Jesú Kristi síðardaga heilögu. Ræðumenn eru valdir og hópi leiðtoga kirkjuna. Tónlist þessa hlutafluttur Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annars Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki hagnast kynja heimilum fjölskyldu eða kirkju. Öldungur Gary A. Stevenson í meðlimir í 12 postlar sveitinni mun stjórna þessum hluta. Bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomin á sunnudag síðdegis hluta 195. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesús Krists hinna síðardaga heilögu. Dallin H. Oaks forseti, sem í forsæti ráðstefnunar, hefur beðið mig að stjórna þessum ráðstefnu hluta. Við vekjum athygli á andláti Russell M. Nelson forseta og auðsýnum þakklæti fyrir líf hans og þjónustu. Við sendum öllum hlýjar kærleikskveðjur sem þekka þátt og biðjum þess að þið verið blessuð og styrkt með orði og söng. Tónlist þessa ráðstefnuhluta flytur The Tabernacle Choir at Temple Square undir stjórn Mark Wilberg og Ryan Murphy við orgelleik Andrews Unsworth og Richard Elliot. Kórinn mun hefja samkomuna á því að syngja In Hymns of Praise. Inngangsbæn flytur bróðir Sean R. Dixon sem þjónar sem annar ráðgjafi í aðalforsætisráði Piltafélagsins.
Our dear, kind Heavenly Father, Kæri Faðir úr himnum, við elskum þig með öllu hjarta okkar, mætti og styrk og erum svo þakklátt synir og dætur þínir að við geta verið saman þessum síðustu ráðstefnu hluta. Við erum þakklátt að fagnandi Jesú Krist hefur verið endurreist á jörðinni. Við höfum þau forréttindi að vera leidd af spámönnum og sjándum og opinberum. Biðjum þeim að styrkja óksforseta og apóstolasveitina á þessum breytingatímum. Við erum þakklátt fyrir þau orð sem við höfum heyrt á þessari ráðstefnu og biðjum þig að hjarta okkar muni vera mjúk og við getum haldið áfram að læra því sem við höfum verið kennt. Við biðjum þig fyrir þau sem tala að þeir muni hafa þín anda með sér. Við erum sérstaklega þakklátt í dag fyrir gjöf sona þins, Jesú Krist, og hans eilífa gjöf og þau og mætti hans til að koma ljós inn í myrkrina í þessu ljós. Við biðjum þig að við getum endurspegla hans ljósi hvert sem við förum og við segjum þessa hluti í nafni Jesú Krists. Amen. Við njótum nú þeirrar ánægju að hlýða á öldung David A. Bednar í 12 postulasveitinni. Að honum loknum hlýðum við á öldunguna B. Corey, Cuvelier, Matthew S. Holland og Carlos A. Goday af hinu 70. Mormónsbók lýkur á innblásnu boði frá Moroni að koma til Krists, að fullkomnast í honum, hafna öllu óguðlugu og elska Guð af öllum mætti okkar huga og styrk. Áhugavert að síðasta setningin í leiðsögn hans gerir ráð fyrir bæði upprissu og lokadómi. Hann sagði, ég geng brátt til hvíldar í paradís Guðs, uns andi minn og líkami sameinast á ný og ég svíf loftið í sigur gleði til móts við yður frammi fyrir hinum ljúfu dómgrindum hins mikla Jehóva, hins eilífa dómara bæði lifenda og látinna. Ég hrífst af nokkru á notkun og Mórónis í orðinu ljúfur til að lýsa lokadóminum. Aðrir spámenn Mormónsbókar lýsa sömuleiðis dóminum sem dýrlegum og degi sem við ættum að líta fram til með trúaraugum. Samt koma aðrar spádómlegar lýsingar oft upp í hugan þegar við væntum dómstags eins og við varum sneypt og nístandi sakbitin, fyllt nístandi kvíða og skelfingu og óendanlegri vansæld. Ég trúi að þessi mikla andstæða tungumálsins gefi til kynna að kenning Krists hafi gert Móróni og öðrum spámönnum mögulegt að líta til þessa mikla dags með tilhlökkun, von og eftirvæntingu í stað óttan sem þeir vörðu hina andlega óundirbúnu við. Hvað skildi Móróni sem við þurfum að læra? Ég bið liðsinni heilags anda við íhugum sælu áætlun himnus föður og miskunn með friðþægingarhlutur frelsarans í áætlun föðurins og hvernig við munum vera ábyrg fyrir eigin syndir á degi dómsins. Hinn altæki tilgangur sælu áætlun föðurins að veita andabörnum hans tækifæri til að hljóta efnislíkama, læra að þekkja gott frá illu, gegnum jarneska reynslu, vaksa andlega og þróast eilíflega. Það sem kenning og sáttmál vísa til sem siðferðilegs sjálfræðis nauðsynlegur þáttur í áætlun Guðs til að gera ódauðleika og eilíft líf að veruleika fyrir syni hans og dætur. Þessari grundvallarreglur einnig lýst til ritningunum sem sjálfræði og frelsi til að velja og framkvæma. Hugtæki siðferðilegt sjálfræði
lýsandi og jafngildi orðsins siðferði gott, heiðarlegt og stöðugt og jafngildi orðsins sjálfræði breytni, virkni og verk. Þar að leiðandi hægt að skilja siðferðilegt sjálfræði sem eiginleikan og fá réttindin til að velja og breyta sjálfstætt á þann hátt sem telst gott, heiðarlegt, dyggðugt og rétt. Sköpunarverk Guðs fela bæði í sér það sem áhrifum veldur og það sem fyrir áhrifum verður. Siðferðilegt sjálfræði hinn guðlega hannaði kraftur sjálfstæðrar breytni sem gerur okkur börnum Guðs, mögulegt að verða áhrifavalda til breytni en ekki bara viðfangsefni sem verða fyrir áhrifum. Jörðin var sköpuð sem staður þar sem hægt væri að sannreyna börn himnesföður til að sjá hvort þau gerðu allt sem drottinn Guð þeirra býður þeim. Tilgangur sköpunarinnar og okkar döðlegu tilveru að sjá okkur fyrir tækifæri til að framkvæma og verða það sem drottinn býður okkur að verða. Drottinn leiðbeindi Ínók: sjá þessa bræður þína, þeir eru mín eigin handafur og þekkingu þeirra gaf ég þeim, þegar ég skapaði þá. Og í aldingarinu metin gaf ég manninum sjálfræði sitt. Og við bræður þína hef ég sagt, og einnig gefið þeim boðorð að þeir eigi að elska hver annan og þeir skulu velja mig, föður sinn. Grundvallartilgangur iðkunar sjálfræðis að elska hver annan og velja Guð, og þessi tvíþætti tilgangur tengist nákvæmlega æðsta boðorðinu sem að elska Guð af öllu hjarta, sálu og huga og að elska náungan eins og sjálfan sig. And to love our neighbor as ourselves. Hugleiðið að okkur boðið, við erum ekki aðeins ámynd eða okkur ráðlagt, heldur okkur boðið að nota sjálfræðið okkar til að elska hvert annað og velja Guð. Ég bendi á að þið afmarkandi orð siðferði í ritningunum ekki aðeins lýsingarorð, heldur hugsanlega líka guðleglega í sögn hvernig nota skuli sjálfræðið okkar. How our agency should be used. Kunnuglegur sálmur heitir veldur rétt af góðri ástæðu. Við hefum ekki verið blessuð með siðferðilegu sjálfræði til að gera hvaðina sem við viljum, hvenar sem okkur hentar. Við höfum frekar samkvæmt áætlun föðurins hlotið siðferðilegt sjálfræði til að leita eftir og breyta í samræmi við eilífan sannleika. Þar sem við höfum þannig sjálfræði, ættum við að starfa af kappi fyrir góðan málstað og gera margt af frjálsum vilja okkur og koma miklu réttlæti til leiðar. Hið eilífa mikilvægi siðferðileg sjálfræðis undirstrikað í henni ritningarlegu frásögnum fortilveruþingið. Lúsífer reis upp á móti áætlun föðurins fyrir börnans og reyndi að tortíma krafti sjálfstæðrar breytni. Mikilvægt að mótstaða djöfulsins beintist beint að reglunni siðferðilegt sjálfræði. Guð útskýrði: og vegna þess að Satan reis gegn mér og reyndi að tortíma sjálfræði mannsins, lét ég varpa honum niður. Við eigingjarna ráðabrugg andstæðingsins var að svipta sinni og dætur Guðs þeim eiginleika að hafa sjálfræði og geta breytt í réttlæti. Ásetningur hans var að öll börn himnesföður yrðu viðfangsefni sem aðeins yrði fyrir áhrifum. Dallin H. Oaks forseti hefur lagt áherslu á að fagnarendi Jesú Krist bjóði okkur bæði að vita eitthvað og að verða eitthvað með réttlátri iðkun siðferðilegs sjálfræðis. Hann sagði: mörg ritningarvers Biblíunnar og nútíma ritningarvers tala lokadóm, þar sem öllum mönnum verður umbunað í samræmi við verk sín eða þrár hjartans. En önnur ritningarvers útskýra þetta nánar með því að vísa til þess að við verðum dæmd af því ástandin sem við höfum náð. Smámaðurinn Nefi segir lokadóminn taka mið af því hver við höfum orðið. Og hafi verk þeirra einkennst af svora hljóti þeir því að vera saurugir. Og séu þeir saurugir, hljóti þeir að vera óhæfi til dvalar í ríki Guðs. Moroni lýsir yfir: sá sem saurugur skal enn vera saurugur, sá sem réttlátur mun enn vera áfram réttlátur.
Oaks forseti heldur áfram. Af slíkum kenningum ráðum við að lokadómurinn verði ekki bara samantekt af öllum okkar góðu og slæmu verkum, því sem við höfum gert. Hann staðfesting á endanlegum áhrifum verka og hugsana okkar á því sem við höfum orðið. Við hvorki getum né munum frelsast einungis fyrir eigin verk og þrár. Að afloknu öllu sem við getum gjört, erum við aðeins færð til sáttar við Guð fyrir þá miskunn og náð sem fengin með hinu óendanlegu og eilífu friðþægingu frelsarans. Alma sagði, farið að trúa á son Guðs að hann komi til að endurleysa fólk sitt og að hann muni þjást og deyja til að friðþægja fyrir syndir þess. Að hann muni aftur rísa frá dauðum sem gjörur upprisuna veruleika. Að allir menn muni standa frammi fyrir honum og verða dæmdir og efsta og dómsins degi eftir verkum sínum. Við trúum að fyrir friðþægingu Krists geti allir menn orðið hólpnir með hlýðni við lögmál og helgiathafnir fagnaðar erindi sín. Hve þakklátt við ættum að vera fyrir að syndir okkar og ranglátt verk munu ekki standa sem vitnisburður gegn okkur ef við erum sannlega endurfædd. Iðkum trú á frelsarann, iðrumst af hjartans einlægni og innbeittum huga og stöndumst allt til enda. Mörg okkar kunna vænta þess að koma okkar fram fyrir dómgrindur hins eilífa dómara verði líkt og málsmeðferð fyrir veraldlegum dómstólum, að dómari verði í forsæti, að sönnunargögn verði lögð fram, að úrskurður verði við kveðin upp og að líklega verðum við óviss og óttaslegin þar til við vitum hver niðurstaðan verður. En ég tel slíka lýsingu vera villandi. Sá ótti sem ólíkur þeim ótta sem við oftast upplifum en þó skildur honum í ritningunum lýst sem Guðs ótta eða að óttast drottinn. Ólíkt hinum jarneska ótta sem vekur skelfingu og kvíða þá Guðs ótti uppspretta friðar, fullvissu og sjálfsöryggis. Réttvís ótti felur í sér djúpa aðdáun á lotningu og virðingu fyrir drottni Jesú Kristi. Hlýðni við boðorð hans og eftirvæntingu eftir dómnum og lokadómnum og réttvísis af hans hendi. Guðs ótti hlýst því af réttum skilningi á guðlegu eðli og hlutverki frelsarans, húsleika okkar til að beygja okkur undir vilja hans og vitnesku allir karlar og konur beri ábyrgð á eigin jarneskum þrám, hugsunum, orðum og verkum á degi dómsins. Að óttast drottinn ekki nauðung og kvíði yfir því að koma fram fyrir hann til dóms. Það fremur að sjá líf okkar í hnotskurn og að lokum viðurkenna hlutina eins og þeir eru í raun og eins og þeir raunverulega verða. Allir sem lifað hafa, lifað nú eða munu lifa á jörðinni skuli leiddir fram fyrir dómgrindur Guðs og verða af honum dæmdir eftir verkum sínum, hvort heldur þau eru góð eða þau eru ill. En ef þrár okkar hafa verið réttlátar og verk okkar góð, sem merkir að við höfum iðkað trú á Jesú Krist, gert og haldið sáttmála við Guð og iðrast synda okkar, þá verða dómgrindurnar okkur ljúfar. Eins og Enos sagði, þá munum við standa frammi fyrir frelsaranum, þá munum við með fögnuði líta á ásjónu hans og efsta degi munum við hljóta réttlæti að launum. Ef þrár okkar hafa hins vegar verið illar og verk okkar ranglátt, þá munum dómgrindurnar vekja okkur ótta, við munum hafa fullkomna vitnesku, ljósa endurminning og lifandi kenndum með hins sekt. Við munum ekki dirfast að líta upp til Guðs vors og yrðum því fegnust ef við gætum skipað hömrum og fjallum að falla yfir oss og hylja oss fyrir návist hans. Og efsta degi munum við hljóta laun okkar í illu. Þegar allt kemur til alls, þá erum við okkar eigin dómarar. Enginn þarf að segja okkur hvert við eigum að fara. Í návist drottins munum við viðurkenna það sem við höfum valið að verða í jarðlífinu
og vita sjálf hvar okkur ber að vera í eilíðinni. Að skilja að lokadómurinn geti verið ljúfur ekki aðeins blessun, ætlum og róni. Alma sagði frá fyrirreitnum blessunum sem standa sérhverjum trúfastum lærisveini frelsarans til boða. Hann sagði, merking orðsins endurreisn að skila aftur illu fyrir illt, holdlegu fyrir holdlegu, eða djöfulegu fyrir djöfulegu, góðu fyrir gott, réttlátu fyrir réttlát, réttvísi fyrir réttvíst og miskunnsemi fyrir miskunnsemi. Ver réttvís, dæm af réttlæti og gjör gott án afláts. Og gjörir þú þetta allt, þá mun þú hljóta þín laun. Já, þá mun miskunnsemdin endurreist þér, þá mun réttvísin endurreist þér, þá mun réttlátur dómur endurreistur þér og hið góða mun þér endur goldið. And ye shall have good rewarded unto you again. Af gleði ber ég vitni að Jesú Kristur lifandi frelsari okkar. Loforð Alma raunverulegt og á við ykkur og mig, í dag, á morgun og alla eilífð. Það vitna ég, í heilögu nafni Drottins Jesú Krists. Amen. President Russell M. Nelson has taught that if the Lord were speaking to us directly, Nelson forseti hefur kennt að Drottinn talaði beint til okkar myndan í fyrsta lagi gangur skuggum og skildum í sanna auðkenni okkar. Við sögum berguðus börn sáttmálans og lærisveina Jesú Krists. Sérhver önnur tilnefning mun að lokum bregðast okkur. Ég lærði þetta sjálfur þegar elsti sonur minn fekk fyrsta farsíma sinn. Hann byrjaði spenntur að skrá nöfn fjölskyldu sinnar og vinna sem tengiliði. Dagi tók ég eftir því að mamma hans hringdi á. Á skjánum birtist nafnið móðir. Þetta var skynsamleg og virðulegt var. Við viðurkenni að ber vott virðingu fyrir betra foreldrun á heimili okkar. Ég varð auðvitað forvitin. Hvaða nafn hafði hann gefið mér? Ég fletti í gegnum tengiliði hans og bjóst við að ef Vendi var í móðir, hlyti ég að vera faðir. Ekki þarna. Ég leitaði að pabbi, en ekkert. Forvitni mín breytist í vægar áhyggjur. Kallar hann mig Kori? Nei. Ég hugsaði með mér sem síðustu tilraun. Við erum fótboltamenn. Kannski kallar hann mig Pele. Óskhyggja. Á lokum hringdi ég sjálfur í númerið hans og 2 orð birtust á skjánum. Ekki móðir. Bræður og systur, með hvaða nafni eru þið kölluð? Jesús nefndi fylgjendur sína mörgum nöfnum, lærisveina, syni og dætur, börn spámannanna, sauði, vini, ljós heimsins, heilaga. Hvert þeirra hefur eilífa þýðingu og undirstrikar persónulegt samband við frelsarann. En meðal þessara nafna rís eitt ofar hinum, nafn Krists. Í Mormonsbók kenndi Benjamin konungur kröftulega, ekkert nafn til sem sáluhjálp veitir, ekkert annað nafn, þess vegna vilja þeir taki á yður nafn Krists. Og svo mun við bera að hver sá sem þetta gjöri mun fundin verða Guði til hægri handar, því að hann mun þekkja nafni sem honum gefið, því hann mun vera kallaður verða í nafni Krists. Þeir sem taka á sig nafn Krists verða lærisveinar hans og vitni. Í postulasögunni lesum við að eftir upprís Jesú Krists var útvöldum vitnum boðið að bera vitni hver sá sem trúði á Jesú lét skýrast og tók á móti heilugum anda, myndi öðlast fyrirgefningu synda. Þeir sem tóku á móti þessum helgiathöfnum voru í kirkjunni, urðu lærisveinar og voru kallaðir kristnir. Mormonsbók lýsir líka trúuðum á Krist sem kristnum og sáttmálslík Guðs sem börnum Guðs, sonum hans og dætrum hans.
Hver merking þess að vera kölluð með nafni Krists? Það þýðir að gera og halda sáttmála, að hafa hann ávallt í huga, halda boðorð hans og vera fús að standa sig vitni Guðs alltaf í öllu og allstaðar. Það þýðir að standa með spámunum og postulum þeir boða boðskap Krists allan heim, ásamt kenningum hans, sáttmálum og helgiathöfnum. Það merkir líka að þjóna öðrum til að lina þjáningar, vera ljós og vekja öllum mönnum von í Kristi. Þetta auðvitað ævilangt ferli. Spámaður Joseph Smith kenndi að enginn maður nái slíku trúastigi á augabragði. Þar sem ferðalag lærisveinsins tekur tíma á fyrirhöfn sem byggist orð á orð ofan og setning á setning ofan, þá auðvelt að láta titla heimsins trufla sig. Þeir gefa aðeins tímabundi gildi og verða aldrei nóg einir og sér. Endurlaust og það sem eilíðarinnar felst eingöngu í heilugum Messiasi. Þess vegna bæði tímabært og vitulegt að fylgja hinni spámanlegu leiðsögn að setja lærisveinshlutverki í forgang, einkum á tímum svo margra radda og áhrifavalda. Þetta var kjarninn í leiðsögn Benjamins konungs þegar hann sagði: Ég vildi að þér hefðu hugfast að varveita ætíð nafn Krists í hjörtum yðar, að þér þekkið röddina sem mun kalla yður og einnig það nafn sem hann gefur yður. Ég hef séð þetta í minni eigin fjölskyldu. Langafi minn, Martin Gassner, breyttist að eilífu vegna þess að auðmjúkur greinaforsti svallaði kalli frelsarans. Árið 1909 voru erfiðir tímar í Þýskalandi og peningar voru naumir. Martin starfaði sem söðumaður í pípuverksmiðju. Hann viðurkenndi sjálfur að flestir útborgunardagar enduðu í að drekka, reykja og bjóða drykki á kránni. Eiginkonan hans varaði hann loks við því að ef hann tæki ekki sinnaskiptum, myndi hún yfirgefa hann. Daginn hitti samtalsmaður Martins hann á leiðinu á kránna með krumpaðan trúabækling í hendinni. Hann hefði fundið hann á götinu og sagði við Martin: Hann hefði fundið fyrir ykkur öðruvísi eftir að hafa lesið bæklingin sem hét Was wissen Sie von den Mormonen? Eða Hvað veistu mormónuna? Ég vissum að þessi titill hefur breyst. Heimilisfangið sem stimpla var á bakliðina var rétt nógu læsileg til að ráða hvað kirkja var staðsett. Hún var töluvert í burtu, en þeir voru snortir af því sem þeir lásu og ákvaða að taka lestina þennan sunnudag til að kanna málið. Þegar þeir koma á ákvörðunarstað, komust þeir að því að heimilisfangið var ekki svo kirkja sem þeir eru búist við, heldur útfarastofa. Martin hikaði, því raun hljómaði kirkja á útfarastofu aðeins svo mikið eins og pakkatilboð. Uppi í leigðum sal fundu þeir eins og lítinn hóp heilara. Maður nokkuð bauð þeim að koma á vitnisburðarsamkomu. Martin var snortur á andanum og var svo hrifinn af hinum einföldu og innilegu vitnisburðum að hann gaf vitnisburð sinn. Og það var þarna, á þessum ólíklegasta stað, sem hann sagðist þegar vita að það hlyti að vera satt. Maðurinn kynnti sig eftir á sem greinaforsetan. Martin útskýrði að hann byggja langt í burtu og hefði gefna á ferðast vikulega þegar greinaforsetin spurði hvort hann kæmi aftur. En greinaforsetin sagði einfallega: Fylgi mér. Þeir gengu nokkra húsarðara nálæri verksmiðju þar sem vinur greinaforseta starfaði. Eftir stutt samtal var bæði Martin og vini hans boðið starf. Greinaforsetin leiddi þá síðan að íbúðablokk og var þeim út húsnæði. Allt þetta gerðist á innan við 2 klukkustundum. Fjölskylda Martins flutti í vikuna eftir. 6 mánuðum síðar voru þau skírð. Maðurinn svo eitt sem var þekktur sem vonlaus fyllibytta var svo ákafur í nýrri trú sinni að bæjarbúar byrjuðu að kalla hann, ef til vill ekki af mikilli ástúð, prestinn. Hvað greinaforseta varðar, þá get ég ekki sagt ykkur hvað hann hét. Það hefur glatast í tímans rás. Ég kalla hann lærisvein, erindreka, kristinn, miskusaman samverja og vin. Áhrifa hans gætir enn 116 árum síðar og ég stend á herðum lærisveinsdóms hans.
Sagt að hægt sé að telja frækorn í einu epli, en ekki epli sem kom út frá einu frækorni. Fræið sem Greinaforseti gróðursetti hefur gefið af sér óteljandi ávexti. Hann hefði ekki grunað að 48 árum síðar yrðu nokkra kynslóðir fjölskyldu Martins beggja vegna hulunar, innsiglaðar í Bernarmusterinu í Sviss. Ef til vill eru bestu predikanirnar þær sem við aldrei heyrum, en þær sem við sjáum með hljóðlátum hæfileikum gjörðum og verkum í lífi venjulegs fólks sem reynir að líkjast Jesú, gengur og gerir gott. Það sem þessi vinsamlegi Greinaforseti gerði var ekki að hluta gátlista. Hann var einfaldlega að lifa eftir fagnaðarerindi eins og því lýst í bók Alma. Þeir sendu því engan burt, hungraðan, þyrstan eða sjúkan. Þeir voru örlátir við alla, jafnt aldna sem unga, jafnt karla sem konur. Og eitt atriði sem við ættum ekki að líta fram hjá, þá sendu þeir enga burt, hvort sem þeir voru í kirkjunni eða utan hennar. Líkt og Joseph Smith sagði, þá þekkja þeir þá sem taka á sig nafn Krist að sá sem fylltur elsku Guðs lætur sér ekki einungis nægja að blessa fjölskylduna sína, heldur fer hann allan heim óþreyjufullur eftir að blessa allt mannkyn. Þannig lifði Jesús. Í raun gerði hann svo mikið að lærisveinar hans gátu ekki skrifa það allt niður. Apóstillinn Jóhannes skrifaði, en margt það annað sem Jesús gerði og það hvaðina uppskrifað, ætla ég öll veröldum myndi ekki rúma þar bækur sem þá verður ritaðar. Við skulum kappkosta að fylgja fordæmi Krist, gera gott og hafa lærisveinslutur ekki ævilöngu forgangi, svo í hvert sinn sem við eigum í samskipti við aðra mun þeir finna elsku Guðs og staðfestingarkraft heilags anda. Síðan getum við tekið undir með langafa mínum og milljónum annara sem hafa lýst yfir, líkt og lærisveinninn Andrés, við höfum fundið Messías. Þegar allt kemur til alls, skilgreinir heimurinn ekki auðkenni okkar. En lærisveinshlutverk okkar skilgreint af helgiathöfnum sem við meðtökum, sáttmálunum sem við höldum og þeirri elsku sem við sýnum Guði og náunganum einfaldlega með því að gera gott. Eins og Nelson forseti kenndi, þá erum við sannlega börn Guðs, börn sáttmálans, lærisveina Jesú Krists. Ég ber vitni að Jesús Kristur lifir og hefur endurleist okkur. Hann sá sem sagði, ég kalla á þig með nafni, þú ert minn, í nafni Jesú Krists, amen. A school teacher once taught that a whale, even though large, could not swallow a human because whales have small throats. A girl objected, but Jonah was swallowed by a whale. The teacher responded, that's impossible. Still not convinced, the girl said, Skólakennari kenndi einu sinni að hvalur, jafnvel þótt að væri stór, geti ekki gleypt mann vegna þess að hvalir hafa lítinn háls. Stúlka ein mótmælti, en hvalur gleypti Jónas. Kennarinn svaraði, það ómögulegt. Stúlkan var enn ekki sannfærð og sagði, jæja, þegar ég kem til himna, þá mun ég spyrja henn. Kennarinn hæddist að henni og sagði, hvað ef Jónas var syndari fór ekki til himna? Stúlkan svaraði, þú getur þá spurt hann. Seeker of happiness, especially those struggling. God commanded Jonah to go to Nineveh to declare repentance. Við hlæjum, en við ættum ekki að missa af þeim krafti sem saga Jónasar býður hverjum sem leitar hamingjunar í sannri auðmýkt, sérstaklega þeir sem eiga erfiðleikum. Guð fyrirskipaði Jónas að fara til Níneve til að predika iðrun, en Níneve var grimmur óvinur Ísraels til forna, svo Jónas heldur þegar í stað í hinn áttina í báti til Tarsis. Þegar hann siglir burt frá köllun sinni brestur á stormun. Jónas viss að ólíðni hans í orsökinu og býst því til að vera að kasta fyrir borð. Þetta lægir ógnarhafið sem bjargar skipsflölugum hans. Kraftaverk verður að Jónas sleppur í dauða þegar stór fiskur sem drottinn bjó til gleypir hann. En hann dvelur á þessum ótrúlega dimma og rotna staði í 3 daga þar til honum loksins spýtt út á þurra jörð. Þar samþykkir hann köllu sína til Níneve. En þegar borgin yðrast og sleppur í tortímingu þá gremst Jónas við miskunni sem óvin hans var sín. Guð kennir Jónasi þolinmóður að hann elskar öll börn sín og leitast við að bjarga þeim. Hrasandi oftar en einu sinni í skildum sínum gefur Jónas skýran vitnisburð að allir eru fallnir í jarðlífinu. Við tölum ekki oft vitnisburð fallið.
en að hafa kenningarlegan skilning og andlegan vitnisburð hvers vegna hvert og eitt okkar glímir við siðferðislegar, líkamlegar og aðstöðubundnar áskoranir mikil blessun. Hér á jörðinni vex ljótt illgresi, jafnvel sterk bein brotna og alla skortir Guðs dýrð. En þetta jarðneska ástand, afleiðing af ákvörðunum Adams og Evu, nauðsynlegt fyrir sjálfa ástæðu tilvistar okkar, til þess að við megum gleði njóta. Eins og fyrstu foreldrar okkar lærðu, gátum við aðeins ímyndað okkur hvað þá notið sannarar hamingju með því að bragða beiskjuna og finna fyrir sársauka fallins heims. Vitnisburður fallið afsakar ekki synd eða slaka nálgun á lífsgildum sínum, en mun ávallt kalla eftir kostgæfni, dygð og ábyrgð. En það ætti að milda gremju okkar þegar eitthvað fer bara úrskeiðis, eða við sjáum siðferðisbrest hjá fjölskyldumeðlimi, vini eða leiðtoga. Frekar en að veitast í gagnrýni eða gremju sem rænir trú okkar, ætti vitnisburður fallið að hjálpa okkur að líkjast Guði eins og Jónas lýsir honum, það að segja, líktsamur og miskunnsamur Guð, þolinmóður og gæskuríkur við alla, þar með talið okkur sjálf í óhjákvæmilega ófullkomnu ástandi okkar. Saga Jónasar að sýna fram á meira en bara áhrif fallsins. Hún beinir okkur kröftulega til hans sem getur frelsað okkur frá þessum áhrifum. Sjálfsfórn Jónasar til að bjarga skipsfélögum sínum sannarlega eins og Kristur myndi gera. Og tvisvar sinnum þegar Jesús beðinn kraftaverk til tákns fordóm, guðdómleika sinn, segir hann að aðeins tákn Jónasar verði gefið og bendir á að eins og Jónas var í kviði stórkveldsins 3 daga og 3 nætur og eins mun mannssonurinn vera 3 daga og 3 nætur í skauti jarðar. Sem táknum fórnardauða frelsarans og dýrlega upprisun hans gæti Jónas verið ófullkominn. En þetta líka það sem gerir persónulegan vitnisburð hans Jesú Krist og skuldbindingu við hann sem hann bar í maga hvalsins og hjartnæm á innblásandi. Kveinstafir Jónasar koma frá góðum manni í kreppu sem að mestu leyti hans eigin verk. Fyrir hina heilugu meðlim í kirkju Jesú Kristinas síðardaga heilugu þegar hörmungur afleiðing ávana áhuga, athugasemdar eða ákvörðunar sem ámælisverð þrátt fyrir svo margar aðrar góðar fyrirætlanir og einlæga viðleitni til réttlætis getur það verið sérstaklega lamandi og skilið eftir sig þá tilfinningu að vera yfirgefin. En hver sem orsakað umfang hörmungar sem við stöndum fram fyrir þá alltaf hægt að finna von, lækningu og hamingju. Hlýðið á Jónas. Í neyð minni kalla ég til drottins, úr djúpi heljar hrópaði ég. Þú varpaðir mig niður á hyldýpið á regin hafi, straumþungin umlukti mig. Og ég sagði, ég burt rekin frá augum þínum, samt mun ég enn fá að líta þitt heilaga musteri. Vötnin ætlaði að drekkja mér, en hyldýpið umlukti mig og þangið vafðist mér höfuð. Ég steig niður á rótum fjallana, en þú leiddir mig lifandi upp úr glötunar gröfunni. Ég var að dauða komin, minntist ég drottins og bæn mín kom fram fyrir þig í þínu heilaga musteri. Þau sem dýrka fánýta hjákuði hafa brugðið trúnaði við drottin. Ég vil færa þér fórn og syngja þér þakkarsálm. Heitið sem ég hef unnið vil ég efna. Hjálpin hjá drottni. Though it was many years ago, I can tell you þótt að séu liðin mörg ár síðan exactly what I was thinking and feeling. When deep in the belly of a get ég sagt ykkur nákvæmlega hvar ég sat og nákvæmlega hvernig mér leið þegar ég uppgötaði þennan ritningastað djúpt í kjafti persónulegs vítis. Fyrir alla þá sem finna í dag eins og ég gerði þá að þið séu útskúið, sokkin í dýpstu vötn, með þang vafið höfuð og umkringt úthafs fjöllum sem brotna allt í kring ykkur, þá bæn mín innblásin af Jónasi. Ég vil færa þér fórn og syngja þér þakkarsálm. Heitið sem ég hef unnið vil ég efna. Hjálpin hjá drottni. Þá bæn mín innblásin af Jónasi.
Yfirgef ekki eigin miskunn. Þið hafið beinan aðgang að guðlegri hjálp og lækningu þrátt fyrir mannlega galla ykkar. Þessi ótrúlega miskunn kemur fyrir milligöngu Jesú Krists. Vegna þess að hann þekkir og elskar ykkur fullkomlega býður hann ykkur það sem ykkar eigið, sem þýðir að það fullkomlega til þess fallið og hanna til að lina persónulegar kvalir ykkar og græða ykkar sérstaka sársauka. Svo fyrir Guðs sakir og ykkar snúið ekki baki við því. Meðtakið það. Byrjið á því að neita að hlusta á lygar og hégóma andstæðingsins sem freistar ykkar til að halda að lausn sé að finna í því að sigla frá andlegri ábyrgð ykkar. Fylgið heldur fordæmi hins iðrandi Jónasar, hrópið til Guðs. Snúið til musterisins. Haldið í sáttmála ykkar, þjónið drottni, kirkju hans og öðrum með fórnfýsi og þakkargjörð. Að gera þetta færir ykkur sýn á sérstakan sáttmálskærleika Guðs til ykkar. Það sem hebreska biblían kallar hesed. Þið munu sjá og finna kraft trúfastrar óþrjótandi miskunnar Guðs sem getur gert ykkur máttug til frelsunar frá hvaða synd sem eða hvaða bakslagi sem Snembúin og mikil angist getur skyggt á þá sýn í fyrstu. En þegar þið haldið áfram að efna það sem þið hafið heitið, mun slík sýn skína skærar og skærar í sálu ykkar. Og með þeirri sýn munið þið ekki aðeins finna von og lækningu, heldur ótrúlegt en satt, munið þið finna gleði, jafnvel mitt í aðstæðum ykkar. Russell M. Nelson kendi okkur svo vel. Þegar við einblínum á sáluhjálpar áætlun Guðs og Jesú Krist og fagnaðar erindi hans, þá getum við fundið gleði þrátt fyrir það sem gerist eða gerist ekki í lífi okkar. Gleðin á rætur í honum og sökum hans. Hvort sem við stöndum frammi fyrir mikilli hörmung líkt og Jónas eða daglegum áskorunum okkar ófullkomna heims, þá boðið það sama. Yfirgef ekki eigin miskunn. Lítið á tákn Jónasar, hins lifandi Krists, hans sem reis upp úr 3 daga gröf sinni og sigraði allt fyrir ykkur. Snúið til hans, trúið á hann, þjónið honum, brosið, því að í honum og honum einum að finna hina fullkomnu og gleðilegu lækningu frá fallinu sem við öll þurfum svo brýnt á að halda og leitum auðmjúklega að. Ég ber vitni að það sannleikur í hinu helga nafni Jesú Krists. Amen. Rétt rúmu ári var ég leystur frá verkefni mínu í forsætisráði hinna 70. Breyting var kynnt hér á aðalráðstefnu þar sem nafni mitt var lesið upp á svipuðum tíma og tilkynnt var þá sem urðu fyrirverandi aðalvaldhafi. Töldu margir ég var einnig að ljúka þjónustutímum mínum. Eftir ráðstefnuna bárust mér fjölmargar þakklætisorðsendingar og góða óski fyrir næsta eyfiskeið lífs míns. Sumir buðust jafnvel til að kaupa húsið mitt í North Salt Lake. Það var gott að finna mín yrði saknað og einnig að vita að við myndum ekki eigi vandræða með að selja húsið okkar að starfslokum. En það ekki enn komið að því. Ég og Monika fórum í nýja verkefni mínu til hinna fallegu Afríku þar sem kirkja blómstrar. Það hefur verið blessun að þjóna meðal hinna trúföstu heilugu á Suður Afríkusvæðinu og verða vitni að elsku drottnisti þeirra. Það hvetjandi að sjá fjölskyldur af mismunandi uppruna, þar á meðal marga farsæla og velmenntaða kirkjumeðlimi, helga tíma sinn og hæfileika til þjónustu annara. Á sama tíma, miðað við líffræðilega stöðu svæðisins, margt hófsamlega efna fólk að ganga í kirkjuna og breyta lífi sínum blessunum í trúfesti tíundar og menntunartækifæri kirkjunar.
Úrræði eins og Success in School, English Connect, Viva You Pathway og vanalegi menntunarsjóðurinn blessa mörg líf, einhver þeirra sem tilheyra hinu upprennandi kynslóð. James E. Faust forseti sagði eitt sinn: Sagt hefur verið að kirkjan laði ekki endilega sér frábært fólk, heldur geri hún oftar venjulegt fólk frábært. Mikilvægi okkar heilu í Afríku verður jafnvel enn augljósari þeir standa frammi fyrir áskorunum lífsins og kröfum vaxandi kirkju. Þeir nálgast þær alltaf með jákvæðu viðhorfi. Þeir endurspegla vel hina þekktu kenningu Nelsons forseta. Gleðin sem við finnum hefur lítið að gera með aðstæður okkar í lífinu, en þess meira með það sem við einblínum á í lífinu. Þegar við einblínum á sáluhjálpar áætlun Guðs og Jesú Krist og fagnaðarerindi hans, þá getum við fundið gleði þrátt fyrir það sem gerist eða gerist ekki í lífi okkar. Þeir finna gleði þrátt fyrir áskoranir sínar. Þeir hafa lært að samband okkar við frelsaran gerir okkur mögulegt að takast á við erfiðleika með brosi á andliti og þakklæti í hjarta. Ég ætla að miðla nokkurum af upplifunum mínum með þessum trúföstu heilugu sem útskýra þessa reglu og byrja á Mósambík. Fyrir nokkurum mánuðum var ég forseti í stikuráðstefnu, 1 árs gamalla stiku sem hafði þegar 10 einingar. Rúmlega 2000 manns fylltu litlu kapelluna og 3 tjöld sem fyrir utan stóð. Stikuforsetinn 31 árs, eiginkona hans 26 ára og þau eiga 2 lítil börn. Hann leiðir þessa vaxandi og krefjandi stiku án þess að mögla, aðeins með brosi á andliti og þakklæti í hjarta. Í viðtali við patriarkan komst ég að því að eiginkona hans var alvarlega veik og hann átti erfitt með að sjá fyrir ummönnun hennar. Eftir að hafa rætt máli við stikuforsetann veittu við henni prestamisblessun. Ég spurði patriarkan hve marga patriarkablessanir hann veitti að meðaltali. 8 til 10, sagði hann. Ég spurði á mánuði. Hann svaraði á viku. Ég rálaði honum að það var ekki skynsamlegt að gera svona margar yfir hverja helgi. Öldungur góðdæ, sagði hann. Þau koma í hverri viku, líka nýja meðlimur og mörg ungmenni. Aftur, engar kvartanir, aðeins brosandi andlit og þakklátt hjarta. Eftir laugardagshluta stikuráðstefnunnar á leið á hótelið tók ég eftir fólki sem var að kaupa mat við veginn seint kvöldið. Ég spurði bílstjóra minn að ástæða þess að það gerði þetta þegar væri svona dimmt, fremur en á daginn. Hann svaraði að það væri að vinna á daginn, til að hafa peninga til að versla síðar. Ó, það vinna í dag til að borða á morgun, sagði ég. Hann leiðrétti mig. Nei, það vinnur á daginn til að borða á kvöldin. Ég hafði vonað að aðstæður meðlimir okkar væru betri, en hann staðfesti að margir stæðu frammi fyrir svipuðum áskorunum í þessum landshluta. Morgunin eftir á sunnudagshlutanum okkar og nýlega meðvitaður aðstæðu þeirra varði jafnvel enn hrærðari af brosandi andlitu þeirra og þakklátu hjarta. Zambía. Á leiðinni á samkomuna á sunnudeginum sá ég og stikuforseti hjón ganga meðfram veginum með unga barn og 2 ung börn. Við stoppuðum og buðum þau far. Þau voru hissa og ánægð. Þegar ég spurði hversu langt þau þurftu að ganga til kapellunar, svaraði faðirinn að það geti tekið 45 mínútur upp í klukkustund, allt eftir hraða barnanna. Þau tókust á við þetta ferðalag fram og tilbaka alla sunnudaga án nokkurs mögls, aðeins með brosandi andlæti og þakklátu hjarta. Malaví. Sunnudag nokkurn fyrir stikuráðstefnu heimsótti ég 2 greinar sem notuðu almenningsskóla sem samkomuhús. Mér ofbauð fátbrottið og látlaust ástand byggingana. Það skorti jafnvel ýmis grundvallaþægindi. Þegar ég hitti nokkra meðlimi þar, hugðist ég biðjast afsökunar á bágbornum aðstæðum samkomuhús þeirra. En þau voru ánægð með að hafa stað í nágrenninu til að koma saman á.
til að komast hjá henni venjubundu löngu göngu. Aftur voru engar kvartanir, aðeins brosandi andlit og þakklátt hjarta. Zimbabwe. Eftir laugardagsleiðtogaþjálfun fór Steko-forseti með mig á sunnudagssamkomur haldnar í leiguhúsnæði. 240 manns voru þar samankomnir. Biskupinn kynnti 10 nýja meðlimi sem skýrðust í vikunni. Söfnuðurinn skiptist yfir í 2 lítil herbyggi þar sem nokkrir meðlimir sátu einni fyrir utan bygginguna og horfðu á samkomuna gegnum glugga og dyr. Engar kvartanir voru, aðeins brosandi andlit og þakklátt hjarta. Lesotho. Ég heimsótti þetta fallega litla land sem líka þekkt sem fjallaríkið til að sjá kirkjuumdæmi búa sig undir að verða stika. Eftir samkomur og laugardegi sótti ég sunnudagsþjónustur í einni af greinum þeirra í leiguhúsnæði. Sakramentisherbyggið var yfirfullt af fólki sem stóð fyrir utan dyrnar til að taka þátt. Ég sagði greinaforsetanum að hann þyrfti stærra hús. Mér til undrunar sagði hann mér að aðeins væri helming meðlimafjöldans að ræða. Hinn helmingurinn myndi mæta eftir seinni klukkustundina á aðra sakramentissamkomu. Aftur voru engar kvartanir, aðeins brosandi andlit og þakklátt hjarta. Ég kom svo aftur til Lesotho síðar vegna banaslys í umferðinni, þar sem nokkur ungmenni okkar áttu hlut að máli. Þegar ég heimsótti fjölskylduna og leiðtogana, bjóst ég við dapurlegu andrúmslofti. Í stað þess hitti ég sterka og þrautsaga heilaga, sem tókust á við aðstæður á upplyftandi og hvetjandi hátt. Mfu Anishanku, 14 ára, og þessari mynd, hornalafslissins sem lifði af, lýsti þessu vel með eigin orðum. Treysti Jesú og lítið ætíð til hans, því að hjá honum munið þið finna frið og hann mun hjálpa ykkur í lækningaferlinu. Þetta er aðeins nokkuð dæmi þar sem verðum vitni að jákvæðu viðhorfi fólksins vegna þess að það hefur fagnaðarerindi Jesú Krists að þungamiðju lífsins. Það veit hvar má finna hjálp og von. Hvers vegna getur frelsarinn sviðsinn þeim og okkur hverja sem aðstæður lífs okkar eru? Svarið má finna í ritningunum og hann mun ganga fram og þola allskyns sársauka, þrengingar og freistingar. Hann mun kynnast vanmætti þess, svo hjarta hans fyllist miskunn, svo að fólki hans verði best liðsynt í vanmætti þess. Líkt og öldungur Bednar kendi, þá er engin líkamlegur sársauki, angist eða veikleiki sem við upplifum sem frelsarinn þekkir ekki. Á veikleikastundu getum við hrópað. Enginn skilur það sem ég gengi gegnum. Kannski veit það engin manneskja, en sonur Guðs var algjörlega skilið og þekkt. Og hvers vegna? Vegna þess að hann skynjaði og bar byrðar okkar áður en við gerðum það. Í lík vitnisburði mínum orð Krists í Matthíus 11 komið til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því ég er hógvær af hjarta lítillátur, þá munið þið finna hvíld sálum yðar. Því ok mitt er ljúft og byrði mín létt. Á sama hátt og hinir heilugu í Afríku veit ég að þetta lofurðu raunverulegt. Það er raunverulegt þar, það er raunverulegt allstaðar. Þetta vitna ég í nafni Jesú Krists. Amen. As directed by Brother Murphy, bróður Murphy leiðbeinir mun söfnuðurinn syngja með kórnum vort spámann við þökkum þér drottin. Við hlýðum síðan á öldung Dale G. Renlund í 12 postula sveitinni. Að honum loknum hlýðum við á öldunguna John T. Amos og Osani Farias af hennum 70.
This is the Sunday afternoon session of the 195th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. In 2018, at the University of Í Utah, Utah háskóla árið 2018 var stofnað sérstakt prófessorsembætti sem heitir Dr. Russell M. Nelson and Denzel W. Nelson Presidential Chair in Cardiac Surgery, þar sem cardio merkir hjarta og thoracic merkir brjóstol. Það var til heiðurs mikilvægu starfi Nelsons forseta sem hjartaskurðlæknis og þeim stuðningi sem hann hlaut frá eiginkonu sinni heitinni Denzel. Þessi prófessorsstaða var greidd úr sjóði sem ætlað var að endast til framtíðar. Einstaklingurinn sem valinn í þessa virtu prófessorsstöðu var viðurkenningur, launastuðning og rannsóknarsjóði. Fyrsti skurðlæknirinn sem valinn var til að gegna prófessorsembættinu var Dr. Craig H. Saltzman, hæfur hjartaskurðlæknir sem ekki meðlum í kirkju okkar. Við athöfnina við veitingu þessara prófessorstöðu til Dr. Saltzmans voru margir mikilvægir gestir viðstaddir, þar á meðal Nelson, forseti og eiginkona hans, systir Wendy Theodore Nelson. Á samkomunni talaði Nelson forseti hófsamlega brautryðjandastarf sitt í skurðlækningum. Dr. Saltzman sagði síðan frá því hvaða þýddi fyrir hann að vera skipaður í þessa prófessorstöðu. Hann sagði frá því að 4 dögum áður eftir langan dag á skurðstofunni hefði hann komist að því að einn af sjúklingum hans þyrfti að fara aftur í aðgerð. Hann var þreyttur og vonsvikinn vitandi að hann yrði að eyða annarri nótt á sjúkrahúsinu. Það kvöld átti Dr. Saltzman lífsbreytandi samtal við sjálfan sig. Á því augnabliki hugsaði hann: á föstudaginn verð ég skipaður í prófessorstöðu sem nefnd eftir Dr. Nelson.
Hann var alltaf þekktur fyrir að hafa hemil á tilfinningum sínum, koma fram við alla virðingu og hann misti aldrei stjórn á skapi sínu. Nú þegar nafn mitt verður tengt hans þá þarf ég að reyna að líkjast honum meira. Dr. Salzman var mjög tillitssamur skurðlæknir, en hann vildi verða enn betri. Í fortíð gæti skurðlæknateymi hans hafa verið meðvitað þreytu hans og gremju, því hann gæti hafa látið það sjást á framkomu sinni og raddblæ. En á skurðstofunni þetta kvöld lagði Dr. Salzman sig meðvitað fram að vera einkar hjálpsamur og skilningsríkur við teymið sitt. Honum fannst það gagnlegt og ákvað að halda áfram að reyna að líkjast meira Dr. Nelson. 5 árum síðar gaf Nelson forseti Utah háskóla fagritgerðir sínar. Fólk í virðingarstöðu frá háskólanum kom og þakkaði Nelson forseta formulega. Á þessum viðburði talaði Dr. Salzman aftur. Hann vísaði til upphafstafa Nelsons forseta RMN og sagði: Þetta RMN siðferði sem nú gegnsýrir hjarta og brjóstskurðdeild háskólans í Utah. Í ergilegum aðstæðum útskýrir Dr. Salzman: Ég geri það sem við kennum nemendum okkar núna að gera, að einbeita sér, ná tökum á sér og gera það besta sem hægt er. Þessi hugmyndafræði býr í okkur alla daga. Við gefum öllum meðlimum deildar okkar og hverjum nýnema nælu. Neðst á nælunni eru stafirnir RMN. RMN siðferðið er grunnurinn af þjálfun okkar. Við kennum það öllum. Dr. Salzman hafði meðvitað breytt fyrri viðhorfi sínu og væntingum vegna þess að nafn hans var nú tengt nafni Nelsons forseta. Þessi atburðarás sem Dr. Salzman átti þátt í fékk mig til að spyrja sjálfa mig: Hvernig hef ég breyst síðan ég tengdi nafnið mitt við nafn Jesú Krist? Hef ég tileinkað mér kristilega siðfræði í kjölfarið? Hef ég í raun reynt að verða betri og líkari honum? Af reynslu Dr. Salzman getum við séð að minnstakosti 5 hliðstæður við ferlið þar sem við tökum á okkur nafn Jesú Krist. Þótt það ferli hefist með skýrð, líkur því ekki fyrir en við erum hreinni og heilagri og höfum orðið líkari honum. Fyrsta hliðstæðan er samsömun. Tilnefning Dr. Salzman í Nelsons prófessorstöðuna tengdi nafn hans við nafn Nelsons forseta og Dr. Salzman tók að finna samsömun með Nelson forseta. Þegar við tökum á okkur nafn Jesú Krists, tengjum við nafn okkar hans nafni. Við finnum til samansöfnunar með honum. Samansömunar. Við verðum fúslega kunn sem kristinn. Við viðurkennum frelsarann og skerum okkur óafsakandi úr til að teljast hans. Nátengt samsvörun er önnur hliðstaða. Hafi huga. Þegar Dr. Salzman fer inn á skrifstofuna sína, baunast augu hans að viðurkenningar orðinu sem hann hlaut þegar hann var skipaður í Nelsons prófessorsembætti. Þessi viðurkenningar orða minnir hann daglega á RMN siðferði. Að meðtaka sakramentið í hverri viku hjálpar okkur að hafa Jesú Krist í huga alla vikuna. Þegar við meðtökum sakramentið, gerum við það í minningu þess gjalds sem hann reiddi af hendi til að endurleysa okkur. Við gerum að nýja sáttmála að mun eftir honum, viðurkenna mikilvæga hans og meta gæsku hans. Við viðurkennum ítrekað að það er einungis í og fyrir náð hans sem við frelsumst frá líkamlegum og andlegum dauða. Að hafa í huga merkir að við fylgjum þeirri leiðsögn sem Alma spámaður Mormónsbókar gaf. Við látum Drottinn stjórna ferðum okkar og öllum gjörðum okkar. Við látum allar hugsanir okkar beinast til Drottins og látum elsku hjarta okkar beinast til Drottins að eilífu. Jafnvel þegar við erum upptekin við önnur málefni, höldum við áfram að hafa hann í huga, rétt eins og við munum nöfn okkar sjálfra
burt séð frá öðru sem við einbeitum okkur að. Framhald þess að hafa í huga það sem frelsan hefur gert fyrir okkur þriðja hliðstæðan að líka eftir. Dr. Selzman byrjaði að líka eftir Nelson forseta og RMN siðferðinu. Ég trúi að lífsháttur Nelsons forseta sé einfaldlega staðfesting á því að vera lærisveinn Jesú Krists alla ævi. Því meira sem við samsömum okkur við Jesú Krist og höfum hann í huga, því meira viljum við vera eins og hann. Við sem lærisveinar hans breytumst til hins betra þegar við einblínum á hann, frekar en þegar við einblínum á okkur sjálf. Við keppum að því að vera lík honum og að verða blessuð með eiginleikum hans. Við byggjum þess heitt að fyllast kærleika inn í hreinu ást Krists, eins og Nelson forseti kenndi í apríl. Þegar kærleikur verður hluti af eðli okkar, munum við ekki lengur hafa tilhneigingu til að líta eitthvað aðra. Við munum hætta að dæma aðra. Við munum hafa kærleika til fólks úr öllum stéttum samfélagsins. Kærleikur til allra nauðsynlegu framþróun okkar. Kærleikurinn undirstaða guðlegs persónuleika. Samhliða kærleika keppum við að því að rækta og efla aðrar andlegar gjafir frá frelsaranum, svo sem ráðvendni, þolinmæði og kostgæfni. Að líka eftir Jesú Kristi leiðir okkur að fjórðu hliðstæðunni, samstilla okkur tilgangi hans. Við sameinumst honum í verki hans. Sem skurðlæknir var Dr. Nelson kennari, læknir og rannsakandi. Nælan sem notuð í deild Dr. Selzmans leggur áherslu á þessa viðleitni með orðunum kenna, lækna og uppgötva. Hvað okkur varðar, þá hluti af því að taka okkur nafn Jesú Krists, að laga markmið okkar fúslega, meðvitað og af eldmóði að hans. Við tökum þátt í verki hans þegar við elskum, miðlum og bjóðum. Við tökum þátt í verki hans með honum þegar við þjónum öðrum, einkum þeim berskjölduðu og þeim sem hafa særst, eru niðurbrotnir eða harmþrungnir af jarðneskri reynslu. Við tökum því á okkur nafn Jesú Krists í ríkari mæli með því að auðkenna sig honum, hafa hann í huga, líkjast honum og samstilla okkur honum. Að tileinka sér þetta ferð leiðir okkur að 5. hliðstæðunni, krafteflingu. Við höfum aðgang að krafti og blessunum Guðs í lífi okkar. Nelsons prófessorsembættið veitir Dr. Selzman viðurkenningu og styrktarsjóði sem hann notar til að breyta menningu deildar sinnar. Hann notar þess að gefa krafteflingar til að hjálpa öðrum. Á svipaðan hátt þegar við tökum á okkur nafn frelsarans, blessar himnesku faðir okkar með krafti sínum til að hjálpa okkur að uppfylla hlutverk okkar í lífinu. Þegar við gerum fleiri sáttmála við Guð, tökum við okkur nafn Jesú Krists enn frekar. Þar af leiðandi blessar Guð okkur í ríkari mæli með krafti sínum. Eins og Nelson forseti kenndi, sér hver einstaklingur sem gerir sáttmála í skírnarfonti og í musteri og heldur þá, hefur aukin aðgang að krafti Jesú Krists. Umbun þess að halda sáttmála við Guð himneskur kraftur sem styrkir okkur til að standast betur prófraunir okkar, freistingar og sorgir. Við verðum andlega móttækilegri. Við höfum meira hugrekki til að takast á við aðstæður sem virðast ómögulegar. Við njótum meiri styrks og ákveðni í því að fylgja Jesú Kristi. Við erum skjótar og snúum aftur til hans þegar við brjótum á okkur. Við verðum betri í því að miðla fagnaðarandi hans með krafti hans og valdi. Við hjálpum hinnu nauðstöddu og verðum mun dómildari. Við hljótum fyrirgefningu synda okkar. Við höfum meiri frið og erum léttar í lönd því við getum alltaf glaðst. Dýrð hans mun umlíkja okkur og englar hans vaka yfir okkur.
Frelsarinn býður okkur. Komið til föðurins í mínu nafni og takið á móti fyllingu hans á sínum tíma. Ég hvet ykkur til að gera þetta. Komið til okkar himneska föður. Takið á okkur nafn Jesú Krists. Finnið samsömun með honum. Hafið hann ávallt í huga. Keppið að því að verða eins og hann. Sameinist honum í verki hans. Meðtaki kraft hans og blessanir í lífi ykkar. Hafið nafn hans í hjarta, fúslega og á ásetningi. Það veitir ykkur stöðu frammi fyrir Guði og gerir ykkur hæf fyrir málsvörn frelsarans í ykkar þágu. Þið verðið upphafnir erfingjar í ríki föður okkar á himnum, samar frumburðar hans, okkar áskæra frelsara og lausnara. Hann lifir, ég veit það fyrir víst. Hann elskar ykkur. Hann gaf líf sitt í ykkar þágu. Hann biður ykkur að koma til föðurins fyrir sína milligöngu í nafni Jesú Krists. Amen. If you've ever visited our home state of Louisiana, you're probably familiar with many of our einhvern tímann heimsótt heimaríki okkar Louisiana, þekkið þið líklega marga bragðgóðu réttunum okkar, gumbo, jambalaya, etouffee og listin heldur áfram. Af og til gerist ég nógu djarfur til að elda eina af þessum bragðgóðu uppskriftum. Óskjalfest lokaskref eftir að öllum innihaldsefnum hefur verið blandað saman og nákvæmum leiðbeiningum hefur verið fylgt er að gera loka bragðpróf og sjá hvort eitthvað vantar. Á þeim tímapunkti heyrði ég kreólsku matreiðslu goðsagnar hvísla í eyrum mín. Settu meira tónís í það. Tónís er kreólskt krydd búið til í Opelousas, Louisiana í heimabæ mínum. Það oft notað sem leynda innihaldsefnið til að bæta fyrir ófullkomleikann sem gerðu var þegar uppskriftinni var fylgt. Ég og Michelle nutu þess heiðurs að þjóna sem trúboðsleiðtogar í Louisiana. Hefð var fyrir því hjá okkur að kenna trúboðunum að elda sérstöku uppskrifti hennar að jambalaya síðasta kvöldið í trúboðsheimilinu áður þau sneri aftur til fjölskylda sinna. Til viðbótar við vitnisburði sinn hið endurreista fagnaðarerindi Jesú Krists, þá kunnu trúboðarnir að meta uppskriftir þeir luku trúboði sínu. Fyrir nokkrum mánuðum var ég að skoða miðlasafn kirkjunnar og sá hlekk að stuttu myndbandasafni sem heitir Restoration Conversations with President Russell M. Nelson. Titill eins stutta myndbandsins á listanum fangaði athygli mína og fekk mig til að brosa. Það hét Ritningarnar eru uppskriftir Guðs að hamingjuríku lífi. Ég smellti strax á þetta 2 mínútna myndband og horfði á Nelson forseta kenna hópi barnafélagsbarna einfaldan og kraftmikinn boðskap hvernig við getum verið hamingjusöm. Hann kendi: ef þið bakið köku, fylgið þið leiðbeiningunum, það ekki? Og þið munum ná góðum árangur í hvert skipti, það ekki? Hann hélt áfram talaði að verða fljótlega 95 ára. Fólk segir: hvað borðað þú? Hvert er leyndamálið? Hann svaraði: leyndamálið kallast ritningarnar. Þið gætu lesið þær og prófa þær. Jæja, þar höfum við það. Einfalda leyndamálið að hamingjuríku lífi er einfaldlega það að fylgja uppskrift Guðs eins og hún er útskýrð í ritningunum. Ég kalla hana uppskrift að góðu tíðindana. Hvað gerir maður ef eitthvað fer úrskeiðis við að fylgja uppskriftinni? Í uppskrift góðu tíðindana er leynda innihaldsefnið innbyggt til að tryggja það að lokum náum maður alltaf að gera hana rétt. Jesús Kristur er alltaf svarið. Ég held við eigum öll stundir þar sem okkur finnst innihaldsefnin okkar ekki að vera nógu góð eða við eigum erfiðleikum með að fylgja leiðbeiningum
Ef til vill gerum við eitthvað rangt eða eitthvað gerist sem við höfum ekki stjórn á og svo framvegis. Hvaða ráð er til við þessu? Það er einfaldlega að bæta við meira af því sem býður Jesú Kristi í lífi ykkar. Hvernig gæti það þá litið út að bæta meira af Jesú Kristi við lífi ykkar? Þegar ég þjónaði sem trúboðsforseti, naut ég þeirra ánægju að hitta alla ungu trúboðan okkar augliti til auglitis á 6 vikna fresti. Á þessum einstaklingsfundum var algengt að trúboðar leituðu leiðsagnar það hvernig þeir getur bætt skilvirkni félagapar síns. Eitt sinn kom trúboði í einkaviðtal sitt og settist niður. Ég gat sagði á líkastjáningu hans að eitthvað hvíldi þungt á huga hans. Ég spurði, öldung, hvað viltu tala í dag, öldungur? Hann lýsti sumum þeim erfiðleikum sem hann átti með félaga sinn og hvernig þeir höfðu áhrif á getu þeirra til að sinna trúboðsstarfinu. Með tár í augum horfði hann mig og spurði, hvað ætti ég að gera, forseti? Á þessu augnabliki vissi ég satt best að segja ekki hvernig ég ætti að svara honum. Eftir stutta stund spurði ég hann hvort það var í lagi að við krypum saman í bæn til að hljóta leiðsögn andans. Hann samþykkti það og við krupum saman og báðumst fyrir innblástur. Eftir bænina krupum við áfram í stutta stund og settum síðan í stólana spænis hvor öðrum. Ég spurði hvort ég getum lesið saman ritningavers. Þegar við opnum ritningarnar gerði ég hlé og sagði við hann, öldungur, þegar við lesum þetta ritningavers, spurðu þið vinsamlega eftirfarandi spurningar. Ef ég lifi eftir þessum eiginleikum, mun það bæta samstarfið við félaga minn og trúboðsstarf okkar. Svo opnuðum við Moroni 7:45 og lásum upphátt. Og kærleikurinn er langlyndur og góðviljaður og öfundar ekki. Hann hreykir sér ekki upp, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki auðveldlega, hugsar ekkert illt, fagnar ekki við misgjörðum, heldur fagnar í sannleikanum, þolir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Öldungurinn horfði á mig með tár í augum og sagði, já, forseti, en það er erfitt að gera það. Ég tók undir það og minnti hann á að hann er sonur Guðs, með guðlega eiginleika til að gera það í samstarfi við Drottinn. Við ræddum stuttlega dæmisöguna Hallalínuna sem öldungur Clark G. Gilbert af hennum 70 kendi, sem myndi okkur á að við þurfum að byrja þar sem við erum og sækja fram og upp á við með Drottni í jákvæða átt. Ég sá að næstu skref voru honum enn nokkuð yfirþyrmandi, svo ég bað hann að lýsa skilningi sínum á ritningagreininni. Þegar hið smáa og einfalda verður hið stóra að veruleika. Hann tók að lýsa þeirri hugmynd að með því að gera smáa og einfalda hluti geta mikli hluti gerst. Ég bað hann að gefa sér smástund til að bera kennsl á 2 litla og einfalda hluti sem hann geti gert til að sýna félaga sínum góðvild. Eftir stundarþögn miðlaði hann hugsunum sínum. Ég bað hann síðan að taka sér smástund til að bera kennsl á 2 litla og einfalda hluti sem hann geti gert til að sýna félaga sínum þolinmæði. Hann miðlaði hugsunum sínum 2 næstum samstundis. Það var greinlegt að hann hafi þegar verið að huglega þetta fyrir fund okkar. Bauð honum að fara með þessa nokkra hluti til Guðs í bæn og biðja staðfestingu, leiðsögn og innblástur hvernig hann geti framkvæmt áætlun sína af einlægum ásetningi. Hann samþykkti það. Þegar við lukum viðtalinu, bað ég hann að gefa stutta upphærslu varðandi þetta mál í vikulegu bréfi sínu. Þegar næstu nokkra vikur liðu hjá, gat ég séð í vikulegum bréfaskriftum hans að hlutinni voru að batna. Ég gat þó ekki aðeins séð þessar framfarir í vikulegum bréfum hans, gat ég líka séð þar í vikulegum bréfum félaga hans. Á næsta fundi okkar augliti til auglitis sá ég munina ásýnd hans og anda sem nótt og dagur. Ég spurði hann, jæja, öldungur,
það satt að kærleikurinn falli aldrei úr gildi? Hann svaraði með stóru brosi. Já, og fyrir hið smáa og einfalda verður hið stóra að veruleika. Þegar þið fylgið uppskrift góðu tíðindana hamingjuríkt líf, minnist á kennslu Nelson forseta. Hvaða spurningar eða vandamál sem þið hafið, þá svarið alltaf að finna í lífi og kenningum Jesú Krists. Læri meira friðþægingu hans, kærleika hans, miskunn hans, kenningu hans, við endurreista fagnaðarerindi hans til lækningar og framþróunar. Komið til hans, fylgið honum. Þegar þið þurfið að hlýða á hann og vita hvernig bjóða á Jesú Kristi í lífi ykkar, íhugið þá að fylgja þeim skrefum sem Nelson forseti kenndi persónulega og opinberun. Finni kyrláta stað þar sem getið farið reglu á. Auðmýkið ykkur fyrir Guði, úthellið hjarta ykkar frammi fyrir himneskum föður. Snúið ykkur til hans eftir handleiðslu og huggun. Biðjið í nafni Jesú Krists, varða ekki áhyggjuefni ykkar, ótta, veikleika, já, innstu hjartans þrá. Leggið síðan við hlustir. Skrifið hjá okkur það sem upp í hugan kemur. Skráið tilfinningar ykkar og fylgið innblæstri ykkar eftir í verki. Ef þið endurtakið þetta ferli, dag eftir dag, mánuð eftir mánuð, ár eftir ár, munið þið vaksa inn í reglu opinberunar. Ég ber vitni að Jesús Kristur er frelsari okkar og lausnari og hann hefur áorkað öllu sem við þurfum að geta til að geta snúið aftur til himnes föðurs. Í nafni Jesú Krists. Amen. Brothers and sisters, can you remember Munið þið þann tíma þegar einhver gaf ykkur gjöf sem breytti lífi ykkar? Í október eru 40 ár liðin frá því ég fekk eina stærstu gjöf lífs míns. Þegar ég var í menntaskóla tók ég eftir því að einn bekkjarfélagi okkar geislaði ljósi sem að frábrugði flestra hinna úlningana. Ég naut þess að vera í kringum hann. Daginn sagði hann mér að hann var í meðlimu kirkju Jesú Kristina síðar í daga heilugu. Hann bauð mér síðan gjöf, eintak af Mormonsbók. Hann bauð mér að lesa nokkrar blaðsíður og hitta svo 2 vini sem getur svarað spurningum mínum. Þessi vini voru trúboðarnir. Þegar ég hitti trúboðana, kendu þeim með kenningu Krists og buðu mér að fylgja hvatningu spámannsins Moroni. Og þegar þið meðtaki þetta, þá hvet ég yður að spyrja Guð, hinn eilífa föður í nafni Krists, hvort þetta er ekki sannleikur. Og ef þér spyrjið í hjartans einlægni með einbeittum huga og í trú á Krist, mun hann opinbera yður sannleiksgildi þess fyrir kraft heilags anda. Ég las nokkra síður í Mormonsbók og baðst fyrir, þótt ég hefði enn ekki haft djúpa skilningu á öllu því sem trúboðarnir kendu mér. Fann ég í hjarta mínu að það sem ég var að lesa var gott og kom frá Guði. Ég fekk staðfestinguna á loforði Moronais. Fyrir kraft heilags anda geti þér fengið að vita sannleiksgildi allra hluta. Eftir að ég skýrðist inn í kirkju Jesú Krist sinna síðari daga heilugu, reyndu nokkrir félagar að sannfæra mig að ég hefði tekið ranga ákvörðun. En í hvert sinn sem ég stóð frammi fyrir slíkum efasemdum eða mótlæti, fekk ég endurnýjaða staðfestingu með því að nema ritningarnar og biðja fyrir því að ég héldist trúfastur sáttmálunum sem ég hafði gert við Guð. Frá þeim tíma hefur Mormonsbók verið förunautur minn og hefur orðið mér ómælanlegur fjársjóður í mínu jarneska ferðalagi. Mormonsbók er meira en bara bók. Hún er annað vitni Jesú Krist, skrifuð af mörgum fornum spámunum með anda spádóms og opinberunar. Merkasti viðburðurinn sem skráður í Mormonsbók er persónuleg þjónusta drottins Jesú Krists meðal nefítana fljótlega eftir upprisu hans. Mormonsbók setur fram kenningar fagnaðarerindisins
skýrir sáluhjálparáætlunina og segir mönnum hvað þeir þurfi að gera til að öðlast frið í þessu lífi og eilíft hjálpræði í hinu komanda. Fyrsta útgáfa Mormonsbókar, annars vitnis Jesú Krist, var gefin út í litlum bæ í New York fylki í mars 1830. Spámaðurinn Joseph Smith var 23 ára þegar hann lauk þýðingu bókarinnar árið 1829. Hann þýddi næstum alla bókina á innan við 75 dögum. Prentunin tók 7 mánuði. Í dag þjóna 80.000 fastatrúboðar í yfir 150 löndum sem sjálfboðaliðar og helga líf sitt því að bera vitni að Mormonsbók sönn, hún beri vitni Jesú Krist. Á síðasta námskeiði fyrir nýja trúboðsleiðtoga í júní af þessu ári miðlaði Russell M. Nelson forseti máttugum vitnisburði sínum Mormonsbók. Mormonsbók orð Guðs. Hún gerir kenningu Krists og útskýrir meira friðþægingu frelsarans en nokkur önnur bók gerir. Ég vil leggja fram 3 ábendingar sem geta stuðlað að auknum trúarlegum viðsnúningi okkar til Jesú Krists með námi í Mormonsbók. Fyrsta, verið kostgæfin og stöðug í daglegu námi ykkar. Á sama hátt og Alma og synir hans Mósía þurfa að kynna okkur ritningarnar af kostgæfni til að öðlast þekkingu og orði Guðs og styrkjast í sannleikanum. Þegar við þjónuðum sem trúboðsleiðtogar í Georgia Atlanta trúboðinu hvöttum við alla trúboða til að læra Mormonsbók í hið minnsta 30 mínútur á dag. Þessi skuldbinding jók trú okkar og hjálpaði okkur að búast við kraftaverkum. Mögulegt að við höfum ekki sama tíma til ráðstofunar eftir trúboði til daglegs ritningarnáms, en ég lofa því, ef þið forgangsraðið einlæglega daglegum lestri á Mormonsbók í bænaranda, munið þið finna aukinn andlegan styrk og traust á Drottin og loforð hans. Önnur tillagan gerið nám ykkar innihaldsríkara með því að endurnærast af orði Krists. Nefi kendi, endurnærist af orðum Krists, því að sjá, orð Krists munu segja yður á fullu hvað yður ber að gjöra. Að endurnærast táknar meira en bara að lesa, það merkir að njóta, ígrunda og tilenga sér. Þegar þið lærið í Mormonsbók, íhugið þá hvernig þið geti gert ritningarnám ykkar innihaldsríkara. Dæmi, notið námsgögn sem eru fáanleg í smáforritinu Gospel Library. Berið kennslu á eilífan sannleika, það hjálpar okkur að skilja áætlun Guðs og færi okkur til að gera og halda sáttmála við himneskan föður okkar. Merkið mikilvæg orðtök og skráið hughrif ykkar til að varðveita það sem þið lærðuð í náminu. Mormonsbók hefur kraftinn til að svara spurningum sálarinnar. Eins og Nefi sagði, ættu við að tilenga okkur allar ritningagreinar svo þær yrðu okkur til gagns og fróðleiks. Við endurnærumst af orði Krists, mun það opna dyr opinberunar og sýna okkur hvað við þurfum að gera við hinar ýmsu aðstæður lífs okkar til að komast nær honum. Þriðja tillagan berið vitnisburð ykkar sannleiksgildi Mormonsbókar. Á sama hátt og Lehi þráði að deila ávexti lífsins trés með fjölskyldu sinni, þá þróum við með okkur þrá til að miðla gleðinni sem felst í því að þekkja fagnaðarerindi Jesú Krists þegar við öðrum vitnisburðum Mormonsbók. Einn trúboð okkar Sister Benson deildi með mér þrá sinni að hjálpa ungu bróður sínum. Á þeim tíma var hann að búa sig undir að fara í háskóla og var ekki viss með að þjóna í trúboði. Mér fannst ég knúin til að bjóða Sister Benson að lesa Mormonsbók á fyrstu 4 mánuðum trúboðs hennar, merkja við eftirlætisvers hennar og senda síðan bróður sínum það eintak. Sister Benson sendi þið merkta eintak Mormonsbókar og bauð bróður sínum að lesa í henni á hverju kvöldi.
Hún sagði mér síðar: áður en ég fór í trúboð var bróðir minn ekki viss hvort hann vildi þjóna í fasta trúboði. Smám saman hann las Mormonsbók fann hann aukna gleði í lífi sínu og tók að hugleiða að þjóna í trúboði. 2 vikum áður en systir Benson lauk trúboði sínu, lauk bróðir hennar trúboðsköllu sína. Hann þjónar nú í Tuxtla Gutierrez trúboðinu í Mexíkó. Fyrir tilstilli Mormonsbókar fór öldungur Benson að sjá líf sitt með andlegum skýrleika sem leiddi til þjónustu við Drottin og að treysta því að allt myndi ganga upp. Sú ákvörðun var kraftaverk undir áhrifum frá krafti orða Krists. Bræður og systur, ég hvet ykkur öll til að auka skilning ykkar á Mormonsbók. Ég veit að þegar við endurnærumst á orðum Krists sem finna má í Mormonsbók, mun Andinn hjálpa okkur að skilja eilífan sannleika og miðla þeim vitnisburði okkar af samfæringu til þeirra sem Drottin hefur undirbúið að hlýða á boðskap hans. Drottin sagði: mínir kjörnu heyra raust mína og herða í hjörtu sín. Ég ber vitni að þau sem biðja Guð í trú munu öðlast vitnisburð sannleiksgildi og guðleika Mormonsbókar fyrir kraft heilags anda. Þetta vitna ég í nafni Jesú Krists. Amen. Nú, þegar dregur að lokum ráðstefnunnar, færum við þeim innilegar þakkir sem hafa unnið svo kostgefið að þjónustu henni tengdri, sem mörg hver óséð. Við þökkum þeim sem hafa talað og þeim sem hafa flutt inn að uppliftandi tónlist. Kórinn mun nú syngja Himna Faðir elskar mig. Lokaræðumaður okkar á þessum hluta verður öldungur Dallin H. Oaks, forseti 12 postula sveitarinnar. Eftir að hann hefur lokið máli sínu mun kórinn syngja Ó kom þú örugg Herrans heilög sveit. Lokabæn flytur síðan Camille N. Johnson aðalforseti líknarfélagsins og þá verður gert hlé á ráðstefnunni.
My loving brothers and sisters, bræður og systur, þakka ykkur fyrir bænir ykkar í mína þágu. Ég hef fundið fyrir þeim. Kenning kirkju Jesú Kristi hans síðasta heilugu hefur fjölskylduna að miðju, tungamiðju. Kjarni kenningar okkar fjölskylduna musterið. Helgiathafnirnar sem þar tekið á móti gera okkur kleift að snúa aftur sem eilífar fjölskyldur í návist föður okkar á himnum. As of the April 2025 frá og með aðalráðstefnunni í apríl 2025 hafði Russell M. Nelson forseti tilkynnt byggingu 200 nýrra mustera. Hann hafði unun á því að tilkynna ný musteri í lok hverrar aðalráðstefnu og við fögnuðum öll með honum. Þar sem fjölskyldu mustera nú á fyrstu stigum byggingar og skipulagningar því viðeigandi að við hægjum á tilkynningu nýrra mustera. Þess vegna með samþykki 12 apóstolasveitarinnar munum við ekki tilkynna nein ný musteri á þessari ráðstefnu. Við munum nú halda áfram að sjá kirkjumeðlimum allan heim fyrir helgiathöfnum musterisins, þar með talið hvar og hvenær tilkynna á byggingu nýrra mustera. The portion of my talk hluti ræðu minnar í dag var ritaður sem að ég hef þegar flutt var ritaður eftir andlát okkar áskæra forseta Russell M. Nelson. Það sem hér á eftir nú var samþykkt vikum áður en stendur enn fyrir kenningar mínar innblásnar af Drottni. Fjölskyldu yfirlýsingin sem gefin var nákvæmlega fyrir 30 árum segir að fjölskyldan sé vígð af Guði og að hún sé kjarninn í áætlun skaparans eilífðarlega barna hans. Hún segir líka að boðorð Guðs til barna hans að margfaldast og uppfylla jörðina sé enn í gildi. Og við lýsum því jafnframt yfir að Guð hefur boðið að hinn helgi sköpunarkraftur skuli aðeins notaður milli karls og konu í löglega vígðu hjónabandi. Þá verandi öldungur Russell M. Nelson kenndi áheyrendum í BYU háskóla að fjölskyldan væri miðpunktur í áætlun Guðs. Tilgangur áætlunarinnar í raun að upphefja fjölskylduna. Kirkja Jesú Krist, hinna síðari daga heilugu, stundum sögð vera fjölskyldumiðuð kirkja. Hún það. Samband okkar við Guð og tilgangur hins dauðlega lífs útskýrð í tengslum við fjölskylduna. Og fagnaðarerindi Jesú Krist áætlun himnes föður til heilla fyrir andabörn hans. Við getum með sanni sagt að okkur hafi fyrst verið kennt áætlun fagnaðarerindisins í ráði hinnar eilífu fjölskyldu. Hún framkvæmd gegnum okkar jarðnesku fjölskyldur og tilgangur hennar að hefja börn Guðs í eilífum upphefja börn Guðs í eilífum fjölskyldum. Þrátt fyrir þetta kenningarlega samhengi andstaða í Bandaríkjunum hefur við orðið fyrir höfugþróun í hjónabandi og barneignum. Í tæp 100 ár hefur hlutfall heimila með giftum hjónum lækkað og fæðingartíðni líka. Hjónabönd og fæðingartíðni meðlima kirkjunnar mun jákvæðari, en þeim hefur samt líka fækkað verulega.
Mikilvægt að síðari daga heilagir glati ekki skilningi sínum á tilgangi hjónabands og virði barna. Það sú framtíð sem við keppum að. Nelson forseti hefur kennt okkur að upphafning fjölskyldumál og aðeins með endurleysandi helgi athöfnum fagnaðarerindis Jesú Krists geta fjölskyldur hlotið upphafningu. Hnignandi fjöldi hjónabanda og barneigna á landsvísu skiljanlegur af sögulegum ástæðum. En gildi og hegðun síðari daga heilagra ættu að draga úr, ekki fylgja þeirri þróun. Á æsku árum mínum fyrir 70 árum bjó ég á sveitabæ afa míns og ömmu í umhverfi þar sem næstum allt sem gerðist yfir daginn var undir handleiðslu fjölskyldunar. Engin sjónvarpstæki eða önnur raftæki voru til staðar til að trufla fjölskylduathafnir. Aftur á móti upplifa fáir meðlimir í þéttbýli samfélagi nútímans reglubundnar fjölskyldumiðaðar athafnir. Borgarbúseta og nútímasamgöngur, skipulögð skemmtun og háhraða samskipti hafa stuðlað að því hjá ungmennum að þau líti á heimili sín sem gistiheimili, þar sem þau sofa og fá sér endrum og eins máltíðir og þar sem mun minna fjölskyldumiðaða handleiðslu í athöfnum þeirra. Áhrif foreldra hafa líka minnkað af því hvernig flestir núverandi meðlimir kirkjunnar afla sér tekna. Á liðnum tímum var einn mesti áhrifavaldurinn sem sameinaði fjölskyldur það atferli að keppa saman að sameiginlegu markmiði, svo sem að yrkja óbyggðirnar eða afla sér viðurværis. Fjölskyldan var skipulögð og stjórnuð, eining efnahagslegrar framleiðslu. Í dag flestar fjölskyldur einingar efnahagslegrar neyslu sem krefst ekki mikils fjölskylduskipulags og samvinnu. Eftir því sem áhrif foreldrana minnka, hafa síðari daga heilagir ennþá ábyrgð frá Guði að kenna börnum sínum að búa sig undir örlög fjölskyldu okkar í eilífðinni. Mörg okkar verða að gera þetta þegar fjölskyldur okkar ekki allar hefðbundnar. Hjónaskilnaður, andlát og aðskilnaður veruleiki. Ég upplifi það í þeirri fjölskyldu sem ég ólst upp í. Faðir minn lést þegar ég var 7 ára gamall og því ólumst ég og yngri bróðir minn og systir upp hjá ekkjumóður. Í erfiðustu aðstæðum hélt hún lífinu áfram. Hún var ein og brotin, en áhrifamikil kennsla hennar á kenningu hinnar endurreistu kirkju var okkur til leiðsagnar. Hún bað himneska hjálp við að ala upp börnin sín og hún var blessuð. Við ólumst upp á hamingjusömu heimili þar sem látin faðir okkar var alltaf raunverulegur. Hún kenndi okkur að við ættum föður og hún eiginmann og að við yrðum alltaf fjölskylda sökum musterisjónabands þeirra. Faðir okkar var í tímabundið í burtu því Drottinn hefði kallað hann til annars verks. Ég veit að margar aðrar fjölskyldur ekki svo lánsamar, en hver einasta móðir getur kennt elsku himneska föður og endanlegar blessanir musterisjónabands. Þið getið líka gert þetta. Áætlun himnesks föður tryggir öllum þennan möguleika. Við erum öll þakklát fyrir musterisjónaband og væntanlegar blessanir þess að innsigla sem eilíf fjölskylda. Líkt og móðir mín,
Þá höfum við unun af því að vitna í loforð Lehís til sonar hans Jakobs að Guð muni helga þrengingar okkur til góðs. Það á við allar fjölskyldur síðari daga heilagra, fullskipaðar eða ófullskipaðar eins og Við erum fjölskyldu kirkja. Kenningur okkar að trú og eilífar fjölskyldur styrkja okkur og tengja. Ég mun aldrei gleyma loforði móður afa míns þegar við börnin byggum á bíli hans nálægt Payson, Utah. Hann færði mér þær sorgluðu fréttir að faðir minn hefði látist langt í burtu í Denver, Colorado. Ég hljóp inn í svefniherbergið, kraup við hlið rúmsins míns og grét af öllu hjarta. Afi kom á eftir mér, féll á hné við hlið mér og sagði, ég skal vera faðir þinn. Þetta ljúfa loforð áhrifaríkt dæmi hvað afar og ömmur geta gert til að fylla í skarði þegar fjölskyldur missa meðlim eða hann vantar. Foreldrar, einhleypir eða giftir og aðrir eins og afar og ömmur sem gegna þessu hlutverki fyrir börn eru meistarakennararnir. Árangursríkasta kennsla þeirra með fordæmi. Áhrifasvið fjölskyldunar tilvalinn staður til að sýna og læra eilíf gildi, eins og mikilvægi hjónabands og barna, tilgang lífsins og hinna sannu uppsprettu gleði. Hann líka besti staðurinn til að læra aðrar lífsins leksjur, eins og góðvild og fyrirgefningu, sjálfstjórn og gildi menntunar og heiðarlegrar vinnu. Auðvitað eiga margir kirkjumeðlimir áskæra fjölskyldumeðlimi sem tileinka sér ekki gildi og væntingar fagnaðarerindisins. Slíkir meðlimir þarfnast elsku okkar og þolinmæði. Í samskiptum við hvert annað ættum við að hafa í huga að sú fullkomnun sem við leitumst eftir takmarkast ekki við streituvaldandi aðstæður jarðlífsins. Í dásamlega kennsla í kenningu og sáttmálum 138, 57-59 fullviss var okkur að iðrun og andlegur vextur geti haldið áfram í andaheiminum að jarðlífinu loknu. Það sem mikilvægara þegar fjölskyldur sameinast til að styrkja hvert annað, ættum við öll að hafa í huga að syndirnar og hina óhjákvæmilega annmarka sem við öll upplifum í jarðlífinu hægt að fyrirgefa með iðrun, sökum hinnar dýrlegu og frelsandi friðþægingar Jesú Krists. Frelsari okkar Jesú Kristur okkar mesta fyrirmynd. Við verðum blessuð ef við lögum líf okkar eftir kenningum hans og fórn. Að fylgja Kristi og þjóna hvert öðru besta lausnin gegn óeigingirni og einstaklingshyggju sem virðist svo algeng nú á tímum. Foreldrar ber einnig skylda til að kenna börnum sínum hagnýta þekkingu, aðra en grundvallarreglur fagnaðarerindisins. Fjölskyldur sameinast þegar þær vinna saman að þýðingamiklum hlutum. Fjölskyldugarðar byggja upp fjölskyldusambönd. Hamingjusamar fjölskyldu upplifanir styrkja fjölskylduböndin. Útilegur, íþróttaiðkun og önnur afþreyingur enga dýrmætt til tengingar fjölskyldna. Fjölskyldur ættu að skipuleggja ættarmót til að minnast áa sem leiðir að musterinu. Foreldrar ættu að kenna börnum á grunnfærni þess að lifa, þar á meðal að vinna í garðinum og heima. Tungumálanám að gagnlegur undirbúningu fyrir trúboðsþjónustu og nútíma lífshátt. Kennarar þessara viðfangsefna geta verið foreldrar, afar og ömmur eða stór fjölskylda.
Fjölskyldur blómstra þegar þær læra saman sem hópur og eiga samráð öll mál sem varða fjölskylduna og meðlimi hennar. Sumir segja, en við höfum bara engan tíma fyrir allt þetta. Til að finna tíma til að gera það sem sennilega þess virði, munu margir foreldrar komast að því að þau geta vakið áhuga fjölskyldu sinni, ef þau slökkva öll á tækjónum sínum. Og foreldrar munið að það sem þessi börn vilja raunverulega í kvöldmatinn tíminn ykkar. Fjölskyldur hljóta mikla blessanir ef þær biðja saman, grúpa kvölds og morgna til að þakka fyrir blessanir og biðjast fyrir vegna sameiginlegra áhyggjuefna. Fjölskyldur eru einnig blessaðar þegar þær tilbiðja saman á kirkjusamkomum og á öðrum trúarsamkomum. Fjölskyldubönd styrkjast líka með ættarsögum, sköpun fjölskylduhefða og miðlun helgra upplifana. Spencer Kimball forseti myndi okkur á að andlegar frásagnir frá eigin lífi og áhuga okkar eru öflug kennslutæki. Oft eru þær besta uppspretta, innblástur fyrir okkur og afkomendur okkar. Ég ber vitni Jesú Krist sem hinn eingetni sonur Guðs, hins eilífa föður. Hann býður okkur að fylgja sáttmálsveginum sem leiðir til himnesks fjölskyldumóts og innsiglunarvald prestamisins sem stjórnað með lyklunum sem endurreistur voru í Kirtlandmösturinu, sameinar fjölskyldur eilíf. Þeir eru nú notaðir í vaxandi fjölda mustera drottins heim allan. Þetta raunverulegt. Við skulum eiga hlutdeild í því. Það bæn mín í nafni Jesú Krists. Amen.
Our Father in heaven, Okkar himneski faðir, það með auðmjúkum og þakklátum hjörtum af því þeim höfðu okkur við lok þessara frábæri aðalráðstefnu og sýnum þér okkar ást. Við erum þakklátt fyrir þá ást sem við höfum meðtekið síðustu 2 dagana til að vita að virkilega allt sé vel. Við erum þakklátt að lifa á þessum tíma þegar fagnandi Jesú Krists áframhaldandi fyrir að endurreisast í gegnum apóstola og spámenn. Við biðjum þig að stærra mætti til að geta gert það sem þú biður okkur að gera og að fylgja þeim boðum sem við höfum tekið á móti. Það eru margir sem syrgja meðal okkar. Við biðjum að aukalega elska mun berast til þeirra frá þér og sama tíma gleðumst við. Vitum að við getum verið glöð á sama tíma út af gjöf svona þins Jesú Krists. Við erum þakklátt fyrir apóstola hans, spámenn sjáandi og opinberara sem eru hér og biðjum því að blessa þau. Sérstaklega Dallin H. Oaks forseta. Gef honum þar styrk sem fyrir öllu því sem þú hefur fyrir hann að gera. Og bless líka Kristen, eiginkonu hans, og alla eiginkonur apóstolana. Blessa heila út allan heiminn og vini okkar. Við sýnum okkar ást til þín og þakklæti til að vita að fjölskyldur okkar geta verið eilífar. Hjálpa okkur til að vita hvað við getum gert til að styrkja fjölskyldu okkar. Við biðjum í hinu heilaga nafni Jesú Krists. Amen. This has been a broadcast of the Sunday afternoon session of the 195th semi-annual 195. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists síðari daga heilagu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flutti The Tabernacle Choir af Temple Square. Öllum velkomið að skoða og miðla boðskap þessarar og annarra ráðstefna á churchofjesuschrist.org. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Hana má nota til einkanota og ekki hagnaðarskyni á heimilum, í fjölskyldu eða í kirkju. Höfundaréttur 2025, Intellectual Reserve Incorporated. Allur réttur áskilinn. Recording stopped. Hello everyone. We're